Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við förum í körfuna núna aftur eins og ég sagði fyrir kvöld og á línuna komin bikarmeistarinn og sunnlendingurinn Marvin Valdimarsson. Komdu blessar og sæll höfðingi og til hamingju með bikarmeistaratitilinn. Sællurinn minn og já, þakka það kærlega fyrir. Herru, þetta var eins dramatískt og skemmtilegu leikur og hægt var að bjóða upp á. Já, veistu, ég held að þetta var bara verið einhver mest spennandi leikur sem ég hef spilað, sko, og líklega svo eftirminnilegasti. Já. Já, fyrir þá sem mistu af þessu og vita ekkert hvað að tala um það, þá náttúrulega eruð þið ekki bikarmeistara bara á síðustu stundu, má segja? Já, í rauninni, sko, við leiktum eitthvað aðeins í fyrir áleik, en hérna KR leikti magnið að leiknum og það var ekki fyrir bara rétt. Það var 30 sekúndur eftir að leiknum, þá náðum við fórustinni og heldum henni. Þetta er hann ekki. Já, og það voru 40 sekúndur eftir að leiknum þegar þið komist yfir. Já, eitthvað svo leiðis. Já. En stemningin, hún náttúrulega hlýtur að hafa verið alveg gífuleg þarna þá í restina þarna frá Garbaðingum. Já, þetta er bara ólýsanlegur stuðningur sem við í Stjörnunni fáum. Þessi silfurskeiðið, þetta er alveg one of a kind hérna á Íslandi og það er ekkert stuðningsmanna lið sem hérna er öflugur en þeir á Stjörnunni, sko. Hérna, við eigum þeim alveg ótrúlega mikið að þakka þessum gaurum. Þeir er alveg kaffæru káringana. Já. En þetta var ekki fyrsti bikarúrslitaleikurinn hjá þér, það nokkuð? Nei, ég hef farið 3 svar í höllina og hérna unnið 2 svar. Það var einu sinni með Hamri og hérna fyrir einhverjum mörgum árum og hérna þetta er ólíkt skemmtilegra. Já, og í bæjarskiptin hefur orðið bikarmeistari með gegn káringum með það ekki? Nei, ég var bikarmeistari hérna móti Grindavík fyrir 2013 líklegast. Já, alveg rétt, það er og hérna, svo aftur núna 2015 með að móti KR. Já, og svo fórstu með sunnlenska liðinu eða ekki í bikarúrslitinu á sínum tíma? Jú, við spilum móti IR og töpuðum þeim leik í alveg hörkuleik þar sem við eiginlega klúruðum þeim leik á síðustu metrunum. Fyrir þá sem eru kannski búin að gleyma, hvaða stjörnuleikmenn voru þá þarna í Hamar liðinu? Á þeim tíma? Já. Það voru miklar hetjur, sko. Það var Sava Páll, Pálsson, Miðeri og Lárus Jónsson og ég og hérna, Hatti Brynjars hafi ekki verið með ykkur líka. Já. Og Pétur Ingvars að þjálfa og þetta var alveg hörku skemmtilegt lið. John Bird var kannan okkar, ef maður setur honum. Já. Það er orðið svolítið síðan. Já, það er nokkuð að segja. En svona, ég miðað við stemninguna sem að fylgir ykkur Garbaðingum og þarna sýndu þið að þið eruð náttúrulega bara stórveldi í körfuboltanum. Já, ég vil bara halda því fram að við séum bara loksins komin á stall kannski með þessum stæðstu liðum eins og KR og Suðurnesjaliðum. Við erum búin að vera ansi öflugir síðustu ár, vinna 3 stóra titla sem 2009 og hérna fara í úrslitin 2 svar, tapar enda því miður í bæjarskiptin og hérna undanúrslit bara flest öll árin. Hérna við erum það lið sem hefum bara farið hvað lengst síðustu 5-6 árin. Já. Og hérna en okkur vantar ennþá stóra titilinn og það er alltaf markmið að ná honum. En hérna, ég myndi segja að við varum allavega á leiðin að vera starfveldi. En nú ertu búin að vera eða ekki í Stjörnunni í nokkur ár. Hvenær komstu þangað? Þetta er 5. árið mitt núna. Ég kom 2010. Þannig að þetta er að vera 5 ár núna. Þannig að þetta er margt búið að breytast á þessum tíma á þessum 5 árum að þið eru náttúrulega bara þetta var náttúrulega óþekkt í körfuboltanum þarna fyrir 2009 þannig séð. Hvað þá, Stjarnan? Já. Já, í rauninni, sko. Þá, Stjarnan byrjaði svona að sanka þessu liði og fengur til sín góða leikmenn, Justin Sjás og Fannar Freyr Helgason og mig og
og svo í blandi það kom sterkur, voru ungi strákar, það mjög sterkt yngreflokkastarf sem að skila sér loksins núna síðustu ár. Strákar sem eru 19-20, óbærslega góðir, Davíð Kársson, Jón Kárs, Gísla. Og þetta svona orðið bara ansi sterkur hópur sem búin að myndast á þessum árum. Það svona ungi strákar í bland við okkur gamlu hundana, mig og Sjás. Já, ykkur sunnlendingarna eins og ég kalli ykkur allt, þið og Sjás. Þetta Justin Sjás, þetta nú hálfgjör, þetta mannlegur maður eða? Hann er mjög sérstakur, sko, já, Sjás er mannlegur, en hann er alveg sér á báti enga síður, sko, en því líkur happa fengur fyrir hennar klúbb og búin að gera alveg rosalega mikið fyrir þetta bæfélag. Mikill öðlingur og hann er frábær leiðtogi og rífur okkur áfram þegar ríta gengur og er bara búin að ná frábærum árangri og er óbærslega vel liðinn og búin að vinna sér inn virðingu allra í körfuboltahreyfingunni og hann er bara hróskilið. Já, en þið farið núna í heimsókn á Suðurlandið á föstudaginn? Já, mikið rétt. Og það er væntanlega alltaf gaman eða ekki fyrir ykkur sunnlendingan að mæta sunnlensku liðunum? Jú, það ég elska að spila móti Þór Þorláksson og ég er búin að spila móti þeim alveg ótillendu skipti frá ég var krakki. Og var þetta alltaf að rígur milli Selfoss og Þorlákssonar og svo fór maður yfir í Hveragerði og það var enn meiri rígur milli þeirra og Þórsarina og þó svo ég að fara yfir í Stjörnuna þá var persónulegur rígur hjá mér. Ég þekki alltaf svo stráka í Þorláksson og mér ekki væntu það og það er alltaf gaman að spila. Í þessu Þór Þorláksson liði kannski eins og í yngri flokkum þegar þú varst á Selfoss, voru einhverju eftirminnilegir þarna sem fóru bara kannski virkilega í taugarnar þegar þú varst að spila á móti þeim? Sko, ég hef spilað á móti Hadda Brynjar og sann þetta var yngri flokkum Þorlákssonar og hann þetta var hundleiðilegur leikmaður. Já. Og mjög góður og ég man ekki eftir fleirum, svo voru Maggi Sig var og Gretar Ingi þannig að þetta eru hetjur sem kom úr höfninni. Já, nákvæmlega. En svona, miðað við hvernig þessi deild þið eru þarna í 3. sæti og það allt opinn, þessi deild bara, náttúrulega það búið að segja, það reyndar allt tímabilið að KR-ingar eru svona sigurstranglegi, en það búið að sýna það nú hægt að vinna þessa vél þarna úr Vesturbænum. Já, minna, þeir þetta byrjuði tímabilið óbáslega sterkt og unnu allt í byrjunum. Núna þessi dísilvél aðeins byrjað að hyggsta og þeir eru búin að tapa bara nokkru leikjum upp að síkast. Við tefum á móti Tindastól og Haugum og rétt mörðu stálu sigri móti Grindavík og Snæfell og tapa á móti okkur í bikarn, þeir eru ekkert ósýrandi. Nei, En þeir eru góðir, ég fer ekkert á því að þeir eru líklegast með sterkasta mannskapinn í deildinni en það er voðalega stutt á milli samt. Svona, rétt í lokin, hvernig er ástandið á Sæmundi bróðinum? Sko, hann var bara í aðgerð núna fyrir helgi. Hann lenti og búin að vera bara eftir nýjameisli núna síðustu ár og við höfum alltaf verið að harka á sér bara og spila í gegnum þessum meisli. Já, nota svona sunnlensku sveitamennskuna? Já, í rauninni, sko, hann er með svo kallar jumpesni á báðum hjám og svo er þetta bara ágerast og hann bara búin að vera sárkvalinn þetta tímabil og eiginlega gat bara ekki meir og dreif sig í aðgerð og núna fyrir helgi og verður þrá í nokkra mánuði í vor og sumar en getur byrjað að æfa held ég bara aftur í ágúst. Við erum bara vona honum aftur sterkum næsta haust, þú segir. Já, rétt í lokin að þú og Justin þið virðist eiga bara nóinni, þið eru bara eins og ykkur úlingar hérna? Já, okkur líður vel. Við erum báðir núna á 34. aldursári. Bara mánuður á milli okkar, við erum fæddir á sama ári og okkur líður vel. Við fáum mjög góða meðhöndlun í Garðabæ og við æfum skynsamlega og það er gott teimi í kringum okkur og maður hugsa vel sig og
þá þetta svo auðvelt að spila í mörg ári viðbútt. Þetta er ekki þess að þetta var í den að menn voru út brunnið 30. Nei, nákvæmlega. Það er nóg eftir, sko. Marvin Valdimarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og enn og aftur til hamingju með titilinn og verður ekki bara bikarinn blár í ár svo? Jú, takk fyrir það bara. Jú, vonandi. Við allavega okkur langar alltaf við stóra og það er þetta Íslandsmeistaratitil. Við að sjálfsögðu setjum markið á hann. Endum þetta á lagi frá aðstoðarþjálfarunum þínum honum KJ, bikarinn blár í ár. Glæsilegt. Bestu þakkir Marvin og gangi ykkur vel og ég hlakka til að fylgjast með ykkur á föstudaginn gegn Þór Þorlákshöfn. Takk sömuleiðis. Blessaður. Já, náttúrulega Suðurlands slagur næstkomandi föstudaginn eins og við komum inn á þann. Leikurinn Þór Þorlákshöfn Stjarnan klukkan korter yfir 7. Förum núna yfir í hestamennskuna, farið ekki langt. Það var Sundadeild og fleira helgina í hestamennskunni. Það var 0-9 á móti sama liði og Vesturbærinn, hann var þá grátandi og Garðabærinn, hann var